þrefaldast á þeim 23 árum sem Eyrún hefur stýrt henni. Árið 1993 komu 46 mál á borð neyðarmóttökunnar og þar af voru 26 mál kærð. En árið 2015 voru málin 133 og þar af 62 mál kærð. Eyrún segir mestu breytinguna síðustu 20 ár snúa að aukinni þekkingu fagfólks og umræðu í samfélaginu, en að klám og tækni hafi leitt að sér grófari brot. Við sjáum það einfaldlega stundum og það verið að brjóta gegn mannesku þar sem að kannski fyrirmyndirnar eru í klámi. Síðan jú allt hitt sem að snýr að eins og með símann og netaðgengin og allt annað sem að eykur svo bara við eins og með aðgengi að brotaþolum með hótunum eða annað þar sem að manneskjan heldur áfram að vera beitt ofbeldinu. Eyrún segir að þar sem engum sé hollt að vera of lengi í svona starfi sé kominn tími til að snúa sér að öðru. Þessi málaflokkur hefur gríðarlega áhrif á þá sem að annast á og það mikið lagt upp úr því að fólk vinni með það áhrif og fá áfallið í æð, segja. Þannig að það litar bæði lífsviðhorf og líðan þeirra sem að vinna með brotaþolum, þetta ákveðin yfirfærsla. Þannig að maður þarf að staldra við. Öll höfum okkar skoðun og erum vissum að hún sé svo eina rétta. Það skiptir þó ekki máli hvort